fyrir að sjáast ekki nippurnar á okkur. Heyrðu, hvað er að gerast? Við erum svona 50-50 hvort við séum actually að taka upp. Og hvort að kameran sé að taka upp líka. Ég var að halla á mig. And we are beginners. Það er rétt. Það er eitthvað gæinn við hliðina á að lesa. Og hann hleypti okkur líka inn á þetta hótel sem við erum vissulega ekki á. Og ég er smá svona, hversu mikið ætli hann hafi séð eftir því að hafa hleypt okkur inn núna þegar við ákveðum að byrja að taka podcast liðina á honum. Og líka hversu mikið bara að við erum með ógeðslega mikið drast og allt vjúið hans á þetta notalega vjú á sjónum og reyndar eitthvað fólk hérna með læti en það var allt eyðilegt út á okkur. Já. En hann veit ekki að við erum með eitt stærsta podcast á Íslandi. Fanbase í heimi. Eða þú veist, við erum náttúrulega bara Það er bara þannig. Kylie Jenner Íslands. Kylie Jenners. Kylie Jenners. Or Jenners. Oh, shit. Já. En ángríns, ég er búin að sakna ykkar. Ég er búin að sakna þín. Sara er komin til Króatíu. Ég er búin að sakna þín líka. En líka Gallicast fans. Já, oh my god. Það grínast lífið mitt er ekki búin að vera eins. Ég gæti ekki tekið upp. Líka bara, það er svo skrítið að vera ekki í sama landi og þú. Það er fucking weird. Það er svo skrítið. Það er eins og annar heimur. Og það, þú veist, við erum líka alltaf saman. Já. Þannig að þegar þú ert bara í allt sumar og ég er alveg búin að vera frekar leiðileg við breytið út að ég er bara eitthvað, alltaf að segja við hann bara eitthvað, já, ég er að fara að eiga svo geggja sumar og ég er að fara að gera þetta og Hún er að vilja þetta geta því að mér líður nú þegar illa að ég sé ekki hérna og það ég er með krakka og ég þarf að vera hérna út af barninu mínu. Og Sara er ömurleg gæla. Það er bara henni. Það finnst ég. Ég er ógeðslega ömurleg. En heyrðu, við erum nú að plana aðra Króatíuferð bara núna. Ég kom heim frá Króatíu. Já, þú ert að fara í þriðja skiptið þá þú ferð. Nei, bara í hverju mánuði. Ég fór í maí til Króatíu, búin að fara núna í júní og er svo að fara líka í júlí. Þið þurfum ekki að fara líka í ágúst til að halda þessu stríki. Jú, það lítur allt út fyrir það. Þá er ég búin að fara í hverju mánuði síðan þú komst út. Nei, ég heitti Svona er það bara þegar maður er í long distance. Ég alltaf heitti það ekki þegar ég kom hérna í maí. Nei, alveg rétt. Ég kerði bara ógeðslega nálægt mér og flöggstu í burtu. Við völdum alveg frekar lélegan dag út af því að í gær þegar við komum inn það voru ekki það margir og það voru allt eitthvað svona, ég veit ekki, núna eru Spánverjar. Þeir eru svolítið Þeir eru háværir, sko. Sem að maður fílar. En þú veist, okkur er alveg sama. Okkur er alveg sama, en út af þetta er bara vibes. Þetta er vibes, en ég bara svo spókast að fólk heyri kannski í okkur. Já, út af þetta er náttúrulega bara við. Það ekki? Þetta er bara við. Þetta er bara við. Ég held að þið heyri mest, þú veist, ég held að svona mækar sé alveg að taka út svona background noise. Já. En hafið bara hljóð, krakkar. En hérna... Svona eyðileggja ferðina þeirra. Afsakið, heyrðu. Við erum að taka podcastina. Ógeðslega gaman hjá okkur og allt það, en þú veist, við erum bara á Íslandi og við erum með podcast. Gellukast, kannski hefur heyrt það. Alveg 100%. Nei. En hérna, tengjast þessi mækar? Nei, ég þarf, sko, við erum að taka upp, skilur, hérna í tölvuna og svo erum við að taka upp í þennan og svo þarf ég bara að setja 2 audio, skilur. Já. Og, já. Þetta var gaman hjá þér. Já. Ég veit ekki hvernig ég edita þetta en við sjáum til. En ég veit að ef að, þú veist, það virkar ekki og það verður eitthvað skrítið þá heyrist nóg í þessum í báðum. Já það? Já, þegar þú ert svo nálægt. Já, ok. Þetta með glasið og mækinn fyrir, bara alveg. Er það? Ég er svo traumatized eftir að hérna, við vorum með hana hitt dæmið. Já, þetta er ekki eins þannig. Það mátti ekki vera sko hér. Aha. Já. Eða þú veist hér. Ég veit að gæinn sem er lána okkur þetta, Alex, sjáttu þetta Alex frá Króatíu. Sjáttu Alex, gymnast. Hann er bara, þú veist, mækinn er hér og hann er á borðinu og hann er hér. Aha. Já, þannig að kannski fínt að þú sést ekki núna onni. En þú ert búin að æfa að vera onni þannig. Já, ángríns, ákvæmdu, hvað vilt það ég sé? Verður bara hér. Ok, en sko, ég bara vill hafa hann frekar nálægt, sko, ef að þau eru eitthvað. Já. En já, sko, það er sturla view hérna hjá okkur og... Það er það. Akkurat, eins og vorum að tala að með ferðina sem að, það er ekki skítið undir tánum. Það sést ekki þarna ennur. Ok. En hérna, eins og vorum að tala að við erum að plana sturlaða ferð. Influencer trip. Influencer trip. Eins og The Tart Island. Ángríns.
Mykonos með Kylie Jenner, heldur hann að fyrir Mykonos. Já. That type of vibe. Þetta er bara að vera stjórnlega, við erum bara að fara að vera með bara insane hérna villu og hafa Aurora, 11, Australia, K18, happy, hydrate. Núna loksins má ég gera auglýsinguna út af því að Við erum sponsored! Við erum reyndar ekki búin að fá sponsið, en Við erum einu skrefi nær. við erum einskrifinni. Tóti setti okkur á Excel-listan. Það er eitthvað. Við erum spons og hann er bara að bíða eftir að við sendum honum maili með hverju við rykkum. Þannig að Basically erum við númer 1 sponsaðar af Happy Hydrate. við erum aðalega sponsor af Happy. Nei, við Við erum búin að gráta það í við erum þeirra númer 1. Já, þú veist, Happy Hydrate væri aldrei svona vinsælt. Nei, það er bara ekki spurning Nema út á okkur. Já, það er bara þannig. Þú veist, við gerðum þetta brand á Íslandi. Það er bara þannig. Það er bara hannig. En hvað er annars að frétta þér? Heyrðu, ég er bara búin að vera hérna í Króatíu að vera mamma, mest ógeðslega næs hérna og já, bara reyna að vinna í Aurora og að vera á fullu með Lilluna sem er 6 mánaða. Og ég er orðin bara einhver massa köggull af því að ég er alltaf að halda á henni og hún er orðin stór. Og Hvað er maður kíló? ég held að sé 8 kíló. Shit. Þannig að þú veist, og þetta er líka svolítið mikið svona hreyfingar mitt, þú ert að beygja niður, taka upp. Þú veist, ef ég er að taka hana af rúminu, þannig hérna, þetta er svona þú veist, pældi að vera með 8 kíló á lóð, þú veist, þetta er svona teygja svona og eitthvað verið að taka, þú veist. Ég er ekki að gera svona, en meira hlegin hérna. Nei, en þannig að þetta er alveg, já, þetta er alveg workout, sko, maður er alveg búinn á því og ég finn það núna svona þegar ég fer í ræktina, þá er ég ekki að klára æfingunum mína fully, út af því að ég veit að ef ég er, af því að yfirleitt, þú veist, þegar áður en ég var með krakka, þá þú veist myndi ég færi í gymmið og bara alveg klárum út og vera bara að deyja eftir hann. Núna veit ég bara að ef ég klárum út, þá hef ég ekki orkunum til þess að halda á henni og vera eitthvað að stússa sem henni, þannig að ég er svona bara skil eftir þetta seinasta, af því að síðan er ég bara að fara í næsta workout sem er að halda á henni. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Ég var að sleppa að segja, kannski, það er bara þannig. En að þér, hvað er fyrir þér? Bara gott, sko, ég er bara búin að ferðast og vinna og eitthvað svona alls konar skemmtilegt. Já. Og hérna eru búin að plana sumarið mjög mikið núna með K18 og 11 og allt er líka með heildsöluna, flytja heildsöluna. Og já, bara við erum að fara í massa herferð núna, marketing og eitthvað, þannig að það verður amazing. Það sumar er að vera fucking crazy. Það verður að vera crazy. Talað um sumar. Hæ? Það er allir núna í the European summer. Já. Að fara í svona girls trip eða hvað, er fólk að fara til tenni á sumrin? Já, ég held að sé alveg einhverjir að fara til tennis, sko, Sævar breki í Nussun. Shoutout á Nussun. Hann er annan drykk, Hann er annan drykk. En ok. Hérna, hann er á tenni núna. Og síðan var Egill, ég var að tala hann á hann og hann bara eitthvað, hérna var í flugvél og ég er eitthvað, hvert þú að fara? Púla. Og ég var bara, hjálp, út af því ég var búin að sjá, annan Johnny var búin að sjá að það var eitthvað flug til Púla. Já. Þannig ég var bara, yes, oh my god, geðveikt, og ég var bara að plana hérna Veitu, hver var að fara til Púla? Egill breki. Hæ? Hann var bara í flugvél á þann að senda bara eitthvað, ég er leiðin til Púla, eitthvað, og ég var bara geðveikt spennt, bara eitthvað, og var búin að hugsa að við myndum fara að djamma með honum í kvöld og geðveikt síðan ég hef djammað með Agli líka. Síðan alltaf þurfti hann að guppa út úr sér þegar ég var búin að veðrast upp og peppast ég veit ekki hvað lengi, þá kom hann upp, djók, bara Oslo, þetta var smá ljótt af mér, ég var bara, Vá. umlega gæi. Umlega gæi. Allir að senda honum heit. Já. Unlike vídeo. Já, allir búin að læka þessi myndbönd á TikTok, unlike það, unsave það og unsendi það á vini ykkar. Ef þið sendið á vini ykkar, segi ég ætla ekki að senda þetta. Nei, en talandi um European Summer, ertu búin að sjá það sem er í gangi á TikTok núna, sem er eitthvað gæi sem fór til Mallorca. Hann var með kærustu, fór til Mallorca og hélt fram hérna með 6 skellur. 6? Og núna eru allir bara í allar stelpur sem eru kærasta sem eru farið til Mallorca, bara, ég held að það væri Mallorca eða Marbella eða eitthvað.
allir gælur sem er kært sem er að fara þangað eru bara, það er fucking galið. En þú veist, þetta getur ekki hafa verið. Eru girls bara ready for everything? Það lítur allt út fyrir Skellur, það. hvað var hann lengi? Hvað var hann í 3 mánuði? Og hvað var hann að gera? Eða, þú veist, er hann þá svona, ég man ekki hvort ég að sé, nei, þetta var Gellan. Gellan hélt fram hjá honum með 6 gæjum. Já, það hlauti að vera út, því það er ekki létt fyrir gæjana að fá Þú þá. var að skoða nippluna mína eða þetta út? Já. Býtu, Ég var að spura gæjan. Já. Fyrirgefðu, gæti þú kannski fylgst með hérna, við erum að taka upp hérna podcast, Gellukast. Svona leiðin fyrir Gellukast, það þekkir það örugglega. Heyrðu, já, 6 gæjum. Gæjum. Það er crazy. Núna meikar þetta meira sens út í þegar erfiðar fyrir gæja að sofa hjá svo mörgum gellum. Þannig að, en já, það er freaking crazy og það er eitthvað myndband sem fór á TikTok af honum, við erum bara eitthvað að Þá áttu náttúrulega bara ekki verið í sambandi ef þú eru 6 gæjar í ferðinu, það er bara eitthvað Ég er að þú segja, ert bara þú veist- búin að vera að bíða bara heima bara, ég ætla að í vona einni ferð. Já, þú veist bara losing some steam hérna. Að þetta er líka, þetta er svona, ok, þú hélst svo með einu sinni Já, og Svo þú ertu sér bara ekki eins eitthvað- og eftir því, þú veist bara shit hvað það er gegn. og svo gerir það 6 sinni, þannig ertu on your villain, þú veist, Já, hún þú hatar bara- hennar gæja. Já, hún ángriðs, hún vildi bara sýna honum, bara, ég veit það ekki. Hún vildi gera almennlega. Kannski hélt hann fram hjá henni einu sinni, hún vildi hefna sín alveg margfalt. Svakalega. Já, þá segi ég bara flott hjá henni. Já, vel gert. Úps. En já, hérna, Lofalandi byrjað. Lofalandi byrjað, ert þú eitthvað byrjað að horfa á Er það þetta? byrjað? Já, Nei, ég er ekkert búin að horfa á. Ég þarf að horfa á. castið og allt er komið fyrir Já, Lofaland. ég er ekki, ég nenni ekki. Ekki heldur. Getum við please, þú veist, ég veit að Lofaland er að vera ógeðslega PG og reyna að vera relatable og þú veist, allt þetta. En þetta er bara svona, það er einhverjir gæjar að tala við okkur. Já. Eða þú veist, þeir eru að tala við okkur og við erum ég er í sóninu mínu. Ég gaf þér svona lúk og þannig hinn gæði. Svo gellan í gær. Já. Ég var að ná í Söru í íbúðunum til Söru og hún var eitthvað á ströndinni og var að labba til mín og ég sem sagt, já, var út í bíl og þá kemur eitthvað gælla eða eitthvað gæi sem er að pikka upp kærastunum sína eða eitthvað og fyrir að deyta eða eitthvað. Svo keyra þau framhjá og ég var búin að svona hækka í hérna græjanum og ég var með opna rúðuna og bara eitthvað svona að því að Sara, þú veist, hún sá líka þetta á vinkonum mín að labba til mín og ég var eitthvað út á gluggann eitthvað og ég var að dansa á götunni. Já, bara vinkonur tvær. Já. Svo keyrir þessi bíl framhjá og hún er frammi og hún svona er að keyra svona hérna, horfir á mig og kemur og gefur svona ælusvip og ég fór að skellihlæja, ég sprakk úr hlátri og ég var bara, Sara, sástu það? Nei, sko, gælur hérna eru svo afbrýðisamar, þetta er svo fyndið og það er líka eins og með naglagæluna þína. Já. Hvað, hérna, Já, þú verður að oh my segja God. hvað söguna með það, sko. Þetta er sem sagt vinkonan Johnny, eða eitthvað gæla sem Johnny þekkir þau eru bæði frá þessum stað, þú veist, þetta er minnan Reykjavík þessi staður. Já. Og hérna, hann er búinn að þekkja hana bara síðan hann var lítill og hún sem sagt, ég er búinn að vera núna, þetta er 3. sumarið mitt í röð þar sem ég er búinn að vera í Púla og þú veist, ég er náttúrulega með naglagæluna á Íslandi og þú veist, ég veit allt þar en ég veit ekki neitt hér, þannig ég var eitthvað að spyrja Johnny eitthvað, geturðu spurt hana eða einhverju vinkonur þínar hvort það viti þú veist, einhverju svona góða naglagælur eða bla og hún sagði alltaf eina gælu sem er eitthvað gömul kona sem að reykir eins og stroppur og er bara með, þú veist, hún er með eitthvað litla stofu og bara, þú veist ok, hún var alltaf lægi að gera neglur, skilur, og ég var bara svona, þú veist, fekk mér bara basic og var alveg sama, þú veist, en ég var samt alltaf svona, vá, skrítið að þetta sé eina gælan. Já. Því hún var alltaf bara, já, þetta er bara eina gælan sem er hér og sérstaklega ef þú vilt með einhverju svona fyrirvara, eitthvað bla. Nei, svo hérna, sem sagt, er stelpa hérna núna í ár, þá kom stelpa sem er að vinna á barnum með Johnny, sem er frá Belgíu og hún var eitthvað researcha og reyna að leita sér að því henni langaði neglur. Og svo sendur hún mér svona 3 síður, screenshot á Instagram af sko geðið flottum bara svona naglasíðum, en svona nagla, þú veist, þetta er stofur, já, naglastofur, ekki bara gælur, þetta er bara naglastofur. Ekki bara gæla inn í bílskór að reykja, eins og stundum. Já, og bara naglastofur sem eru ógeðslega flottar og gera ógeðslega flottar neglur og svona alveg eins og ég vil og eitthvað bla. Og ég eitthvað, what, eitthvað, hæ, bara gef mér sjökku, þetta er allt í Púla, bara á þessu stað. Svo fer ég eitthvað inn á einn akkantinn, skoða myndina, nei, þá var posta mynd af þessari gælu sem var að mæla með þessari reykingakonu. Strompinum. Það var búið að posta mynd af gælunni sem var að mæla með þessu á þessa naglasíðu því hún fór í augnar og neglur þarna. Þannig að hún er greinilega búin að vita þessa
allar þessar naglastofur, en ég hef alltaf sagt til mig, og þessi gamla kona, það hefur verið eina konan sem að væri hérna og mér fannst þetta ógeðslega fyndið af því að hún er búin að vera winning in life. Myndirðu ekki segja það? Jú, hún er búin að vera winning, sko, þú veist, það er bara eins Hún er bara búin að vera heima og segja sér bara það er bara eins gott fyrir hana að þú veist, að hún fáir ekki flotta neglur og augnur því að þú veist, þá fer allt þá í er fjandans. hún winning, sko. Og líka, hún veist, að því að gellan var ekki, hún tók ógeðslega langa tíma og eitthvað svona bla, en hún var samt ekkert léleg að gera neglur, skilur, þessi gamla. Strompurinn. Já, þannig að þetta er svona, þannig að það var ekkert svona crazy munur, en það var bara eins og hún hefði bara verið heima á sér, hefði sagt þetta að Johnny skellt á bara svo bara bara fengið hana bara her villain story bara Ángrín, sko, þetta er bara your reminder að það eru svo marga vinkonur líka sem að, og það ég hef líka lent í þessu, sko, þú veist, að maður er með vinkonur og þú veist, og maður er kannski að spyrja í hverju maður á að vera í Já. og þú veist, það er sumar sem bara velja alltaf ábyrgðandi ljótasta eða eitthvað bara svona, nei, það þarf ekki að skipta, nei, það þarf ekki að gera þetta, þú veist, og þú veist, það er bara meika ekki að, það er fáránlegt, já, það er það. það er hræðilegt. Og alveg svo þú segir um mig líka bara, þú ert svo mikið búin að vera bara... Eða svona eins og ég postaði á TikTok, þar sem er að taka lélega mynd viljandi. Já. Það er hræðilegt, en ég haldi áfram. En já, alveg svo þú ert búin að hamra í mig, bara eitthvað, þú veist, að vera bara með vini, skilur, þú veist, ekki vera með vini sem að þú ert bara eitthvað, shit, ég ætla að posta þessu, þú veist, eða senda þetta snap en ég veit að þessi og þessi mun dæma mig, skilur, þú veist, bara hætta því. Já, þetta er bara þú losnaði við þetta, skilur. Þetta er greinilega ekki eitthvað sem er ekki með your best interest at heart, skilur. Þannig að in the end þá mun þetta alltaf vera bara, þú veist, það er engin ástæða fyrir að eiga svona vin. En vini í raun. Talað um léleg sambönd. Við erum alltaf að tala um sambönd hérna. Ég var sérst talað um þess og líka talað um þessa gælu sem var á Belgíu. Hún var sérst að segja mér frá einhverju strák sem hún var með. Þú veist, þau voru í sambandi einu sinni í 2 ára eitthvað. Já, alveg rétt. Og svo síðan, þú veist, þau hættu saman kannski fyrir 3 árum. En síðan þá eru þau búin að vera svona on-off, eitthvað svona, að því hún segir stundum að því hún var að segja við mig, þá var hún eitthvað, ég er með boyfriend, og svo er ég eitthvað bara, að því hún var sagði skilur my ex fyrir, þannig ég var bara, og svo er hún alltaf eitthvað my ex, en svo segir hún my boyfriend, þannig að það er greinilega eitthvað svona on-off, þú veist. Og já, sem ég bara, fyrsta lagi skil ekki, en í Belgíu er bara svo ógeðslega mikið svona, þetta er bara svakaleg djammenning, þú veist, og þau eru greinilega í sama vinahóp. Þannig að þá geta einhvern veginn aldrei alveg kvartað. Já. Og þess vegna er alltaf að byrja aftur og hún var að segja, þú veist, ef það fara djammið, þá er bara, þú veist, ef hann er að tala eitthvað gæli þá var hún brjáluð og ef hún er að tala eitthvað gæja þá var hann brjálaður og bara allar helga bara að þessu skilur, bara eitthvað svona, ég bara svona, ég skil ekki. Og svo var hann að segja mér núna að hún var að, sem sagt, þau voru eitthvað að rífast, greinilega ofta að rífast og hún hefur sem sagt blokkað hann áður en hann gat sagt sinn hlut og þá sendi hann henni e-mail með öllu, þú veist, hans hlið sem basically var bara að drulla yfir hana og hann sagði sko hræðilega hluti og ég er bara að segja þetta því að hún er frá Belgíu og það er enginn sem er að komast að þessu og það er enginn sem þekkir neinn. En hann var bara eitthvað, ég er búin að reyna svo mikið, ég er búin að vera að soja á svo mörgum stelpum og ég er með myndböndæði og þú veist myndböndi, ég get alveg sett myndböndæði. Var það hans hlið? Já, bara eitthvað svona, hann var bara greinilega að reyna og þú veist, ég er bara svona mjög efast um að þetta sé satt, en það er greinilega bara særa, skilur, af því að hún hefur sagt eitthvað og hann hefur verið get hurt, skilur, og þá var hann bara, já, ríða fullt að segja, bara, í e-mail bara, sæl, svo sett hann í CC, þetta var business e-mail á hana, bara eitthvað svona hate speech, ég bara svona, og hún var bara eitthvað, já, og henn, þú veist, þegar hún var að segja mér, þá var hann bara, já, og ég er bara búin að vera grátandi síðustu 3 daga, og ég bara svona, heyrir ekki sjálfur þér? Þú með einhverjum sem er að senda þér eitthvað heit á e-mail. Að segja þér hvað sem verður gælum hann um að ríða. Bara að ömurlegu gæi, skilur, og ég veit ekki hvort að hún sé að segja eitthvað leiðilegt, svona enda leiðilegt tilbaka, en ég bara svona, og það eru svo margir sem eru svona í dag, sem eru, að því að hún greinilega fer alltaf aftur í þetta, hann hefur 100% sagt þetta áður og eitthvað svona, en eru lúmst, eða ekki lúmst, að leita að toxic samböndum, af því að þá er þetta spennandi,
þegar var þetta svona ógeðslega mikið drama, nei, ég með henni og svo bara eitthvað, ég ætla að fara að tala við hann eitthvað og svo bara geð, pirrandi hvort annað, svo sættist þið. Já, og bara sættist og við erum bara allt svo næs, svo gerist eitthvað og bara aftur og svo líður alltaf ógeðslega illa þegar hann er leiðilegur eða hitt. Svo ógeðslega vel þegar hann er góður. Og svo ertu bara að eyða ógeðslega miklum tíma í einhvern einn gæja sem maður bara svona, já. En það bara svo ógeðslega margir sem að fíla þetta toxic dæmi. Þú veist, þetta bara alveg svo með, þú veist, marga vinkonur mínar. Það bara svona eins og þessi að leitast eftir þessu smá. Þú veist, þær bara svona, þú veist, bara svona, en ég bara, Þetta bara mjög ógeðslega algengt. Þetta flesta stelpur. Ég bara nenni þess ekki lengur. Þú veist, ég bara aldrei. Bara, já. En þetta líka bara svona, en þetta verður svona vítarhingur, skilur. Þú veist, þú ert svona, þið vantar eitthvað toxic þegar að... Hvað er flaskan? Eigum að poppa annan drykk. En henni að segja svona að það var gott. Þú veist að segja að maður vantar eitthvað svona. Já, það stundum eins og fyrir fólk, skilur, þú veist, það vantar eitthvað toxic, þú veist, þegar það er búið að vera í toxic sambandi og þú veist, það alveg svo, ég þekki einn mann sem að, þú veist... Ég elskar að segja þetta mann. Ég vil ekki að komast upp um mér, en Þegar þú myndir segja strákur þá var allir bara... Ég veit, nákvæmlega. Nei, en þú veist, það bara, og hann byrjaði til dæmis að hitta einhverja gælu og þú veist, og hún var búin að vera í geðveikt toxic sambandi og þú veist, hún svona náði ekki að sleppa þessum habits hjá sér, skilurðu, þú veist, svo bara byrjaði hún ekki að góða sambandi og þetta og það er svona eins og hún var alltaf að leita af ykkur til þess að finnast að eða til þess að rífast eða eitthvað, þú veist, og það er bara svona, og ég held að það sé alveg, þú veist, og þess vegna er svo mikilvægt, þú veist, þegar þú ert búin að vera í sambandi að, þú veist, brain is popping, en að, þú veist, að taka tíma fyrir þig út af að þú veist, þegar þú ert búin að vera í toxic sambandi þá þarftu alveg smá tíma fyrir sjálfa þig bara til þess að finna þig og líka aðlagast, skilurðu. Aðlagast, að vera ekki með eitthvað svona crazy í gangi út af því að þú veist, bara þegar þú hættir í þessu að þú fer strax í eitthvað annað samband þá ferðu bara með þessa vondu habits og allt sem að er búið að þá veist ekki hvað þú vilt, basically, eða hvað er rétt í sambandi, eða þú veist. Já, og það þú ert svo vunni að það sé alltaf eitthvað crazy og þetta, svo kannski byrjar með einhverjum sem er bara ekki þarna og þá kanntu ekki að díla við það samband, skilur þú veist, út af því að þú ert svo vun að það sé alltaf eitthvað svona þú veist. Já, 100%, og það er líka bara svona, þú veist, hvað er í glasinu, já, og það er einmitt, eins og þú segir, þú veist, þú veist, þegar maður er búinn einmitt að vera að deyta, þess vegna finnst mér svo að finna því að þú veist, eftir kannski, þegar maður er yngri náttúrulega veist ekki neitt og þú veist, eftir, þá er náttúrulega fer að deyta og þú náttúrulega hittir ekkert fyrst bara fullkominn gæja og ef þú gerir það, þá veist ekki eins og hvort hann sé fullkominn gæjinn, skilur, þannig að þú þarft að fá svona nokkur skipti sem er bara eitthvað svona, eða deyta, þú veist, dating around, þar sem maður er bara svona, ok, ég fíla þetta ekki, og þá endur á því að, þú veist, einmitt, taka tíma fyrir sjálflega og vita hvað þú vilt, þú veist, hvað þú vilt í sambandi og þá getur spottað leið þú ferð í sambandi og þú ert bara kemur eitthvað sem þú fílar ekki, bara þetta er ekki fyrir mig. Já. Og það er einmitt málið að þú veist, eins og þessi stelpa sem ég er að tala hún er eldri en ég, alveg 4 árum eldri en ég eða eitthvað, og hún er búin að vera dating around, skilur, en hún veit alveg, þú veist, hvað er, að því að, þú veist, ef hún væntanlega sérstaklega með þessi e-mail, þú veist, ef þú ert ekki bara, heyrðu, ok, nei, þá ertu samt smá að biðja þetta, því að ef þú ert að leitast eitthvað svona, eða þú secretly líður bara eins og er ekki skilið betra. Já. Það sé líka alveg oft, skilur, ástæðan. Fólk líður bara svona, já ekki skilið, þú veist, eitthvað. Það er náttúrulega máli og ég hef oft heyrt þetta líka bara með, þú veist, svona aðrar vinkonur mínar, svona, þú veist, að það er svona, þeim kannski líður eins og þetta sé bara skilur. En síðan er ég líka hrædd þú veist, eins og núna með mig, þú veist, ég er búin að taka svo mikinn tíma fyrir sjálfa mig og þetta, að þú veist, ég nenni ekki neinu bullshiti og svo er ég til dæmis að tala við strákavini mína og þeir eru bara eitthvað, já, þú veist, það er alltaf gaman að hafa smá toxic, það er alltaf gaman að hafa þetta. Það ángriðis eru allir strákavini sem að ég hef talað við þegar ég er að tala, ég bara finnst þetta gaman. Það er alveg gaman að hafa eitthvað smá og mér finnst þetta svo leiðilegt, ég nenni ekki þessi drama. Þannig að þú veist, ég held að fólki leiðist bara. Ángriðis, það bara vantar eitthvað fótinn í líf sitt. Hún er þreytt yfir alla. Allir að horfa bara. Nei, en þú veist. Fara ekki regnar.
Já, þetta alveg, þú veist, að ég, einmitt, það ástæðan okkar ég svona sagði þetta við þig og ég var bara eitthvað svona, ég var á þetta einmitt, ég talaði fyrst á hana, svo fór ég í neglur, nýjar neglur, og þá fór ég til stelpu sem var bara sama saga næstu því, nefnum bara eiginlega verri, því að þessi gæi hljómaði ennþá verri. Þú veist, hann var bara, þú veist, þá var hann greinilega að spoila hann eitthvað svona fyrst bara með peningum, hann var svona, hún jafnvel við, eða, þú veist, 2 ára eldri eitthvað, og hann skilur 12 ára eldri en hún eða eitthvað, hann 35 ára eða eitthvað. Og þú veist, þú sér að hann ekki myndalegur, allan, kannski fannst henni myndalegur, en hún sagði þetta við mig, hann fannst ekki myndalegur, þannig að hann ekki myndalegur. Þannig að þetta var greinilega bara það og þú veist, að hann var líka eitthvað svona, hann greinilega eitthvað svona bad boy, þú veist, ekki eins og boy, hann bad man. Bad man. En, og þú veist, það var eitthvað svona, þú veist, því að það getur hver sem séð þessi gæi fucking ömurlegur, því að hún var að segja mér frá þessu og ég eitthvað svona, þú veist, að því að ég var í nöglum, já, ég var í nöglum í 3 tíma út af þessu og því að hún var bara, þú veist, henni fannst svo næs að tala um þetta, ég var bara að segja við hana bara, þú veist, þetta náttúrulega bara fáránlegt og þú ert ekki skilið eitthvað svona, bara, þú ert líka að hugsa sjálf hvað ég skilið og bla. En þessar stelpur, þær vilja fá þetta. Ég veit það. Þær vilja. Og ég var að fýta henni bara allan tíman og hún var bara, og eina sem ég fekk tilbaka var, já, Svo satt. Já, einmitt, já. Hann ömurlegur. Já, einmitt, og svo var hann eitthvað að segja og já, ég einmitt svona byrja að fíla sálfræði og að það var svona skilja, þú veist, að því að hún var að segja allt, að hann var, by the way, ég ætla ekki að fara í full details hvað hann var að gera, en þú veist, hann var bara hræðilegur og svo hann líka bara sem hann var eitthvað sem hann, þú veist, að beitin ofbeldi, skilurðu. Oh shit. Þú veist, það kom eitthvað sem hann einu sem fyrir og hann, bara allt var gæja hræðilegt og hún samt bara eitthvað svona, já, en svo bara, þú veist, einmitt, ég byrjaði svona að fíla sálfræði og þú veist, þetta ekki honum að kenna. Mamman alveg hræðileg. Og ég bara svona, og það sem sagt, þú veist, þannig hún bara allan tíma búin að vera bara, I can change him. Þú veist, þessi gælla. Og vera bara, þetta ekki honum að kenna. Þú veist, hann hræðileg við hana. Þetta ekki þér að kenna, þetta ekki honum að kenna. En ég hef samt líka tekið þann pól, skilur, þú veist, bara svona, ég var að hitta gæja sem að, þú veist, átti ekki frábæra æsku og síðan heyrði ég þá sögu og ég bara svona, vá, þú veist, vissi að hann gæti verið svo miklu, þú veist, ég var bara svona, ég hugsaði bara, þú veist, út af því að bara það gerir alveg góð manneskja. Þú ert líka kona. Já, og þetta eitthvað svona, þú veist, og ég bara ángriðist, þetta var fyrsta sinn sem ég talaði við hann eða eitthvað og þá var ég bara, þú ert ekki þessi típa og við töluðum geðveikt lengi saman þetta og ég var bara svona, þú ert ekki þessi típa og þá sagði hann mér allt, skilur, en þú veist og mér leið svona eins og bara, ok, ég get bjarga, eða þú veist, svona, já, ég get hjálpa honum, skilur, en síðan bara, þú veist, það ekki á þér? Það það ekki á mér og síðan bara eftir smá tíma þegar maður sér bara, þú veist, ef manneskjan vill ekki breytast þá líka verður þú líka að þykja bara það vænt þig já, bara, það okay, step out, skilur, þú veist. En þú ert líka mitt að hugsa sjálfa þig. En ef þú ætlar að taka mörg ár í bara eitthvað, þú veist. Já, og reyna að breyta einhvern, þetta ekki, það getur enginn breytt einhverjum öðrum. Það bara þannig, þú veist, bara saman hversu, ég sagði þetta við stelpunni, ég var bara, saman hversu fullkominn þú værir, bara ef þú væri bara, þú veist, því hún var mjög sæt og bara væri bara best og bara best í þessu og bara best í öllum greinum í heiminum. Já. Það myndi ekki skipta máli, af því hann myndi aldrei geta breyst nema hann fari og hann greinilega orðinni mitt, gamall. Já. Og samt núna bara ekki búinn að vinna í eitthvað sem gerðist þegar hann var yngri, bara krakki, skilurðu. Þannig að hann bara ón á það bara afnýtun og bara greinilega þarf virkilega bara að vinna í sjálfu sér sem á honum. Þú veist, ég meina, það fullt af fólki sem ég þekki sem á hræðilega æsku, sem hefur lent í hræðilegum hlutum, en það bara besta fólk og bara trítar allar ógeðslega vel og blá, þú veist, það bara út af því að þau hafa sjálf tekið á sig bara að vinna í sjálfu sér, það verður erfitt, skilju, en það bara, heyrðu, ég ætla ekki að fara í samband, ég ætla ekki að gera þetta, því ég ekki búin að vinna í sjálfur mér, þú veist, þá það ekki að fara inn í þennan, nema svona fólk, eins og hann, bara halda framhjá, vera eitthvað að leggja hönd á hana og blá, og fara bara inn í þannig samband og svo hann bara eitthvað svona, einmitt, svo einhverjum öðrum og... Já, og svo hérna eins og þessi gæi, skilur, þú veist, svo kannski kemur hann til hennar, þú veist, já, og bara 100%. Svo að kenna þessu já, ég náttúrulega átt svona æsku og ég náttúrulega búin að lenda í þessu og þetta út af þessu og bla bla bla, þú veist, þetta bara á þér, þú verður að bera ábyrgð á þér sem mannesku og þú veist, þú getur ekki alltaf kennt einhver öðru skilur, þú veist, út af á einhverjum tímapunkti þetta bara svona, ok, hvernig ætlar þú að bera ábyrgð á sjálfu þér og bara svona vinna í því sem þú ætlar að gera út af því að þú veist, þú ert ekki tilbúin í samband fyrir að þú ert búin að því. Já, og eins og gæði eins og þetta sem bara virkilega
virkilega þurfa, þetta ógeðslega mikil vinna. Já. Og ég veit ekki hversu erfitt það þegar þú ert komin svona langt, svona mörg ár inn í þetta og einmitt hann bara að drekka og bara taka bara dóp og eitthvað svona. Þannig að, já, þetta er líka alveg sorglegt og svo þetta líka bara svona, þú veist, að það eru svona gæjar out there. Þú veist, og svo ykkur önnur gæla sem að sér hann og hann kannski bara einmitt í byrjun ógeðslega næs og það getur hver sem verið næs í byrjun. Það líka bara svo peningum og svo mikið. Hann gaf henni Porsche, gaf henni naglastúdíó og geðið flottum stað, gaf henni hitt og þetta skilja þannig hún hefur verið bara og þú veist, hann bara að gera þetta á næstu gæluna og hún bara að fara að vera broken og eyða gegnum tíma í hann. Já. Og hún bara orðin obsessed á honum. Hún bara orðin obsessed á því sem að hann getur veitt henni. Já, tekur því sem ást. Já. Þetta já. En svo samt, þú veist, eins og maður segir, þetta bæði hann náttúrulega bara virkilega mjög góður þar að vinna í öllu bara í heiminum. En hún líka, þú veist, að því að svona myndi síðan ekki gerast við, þú veist, að því maður veit, skilur. Og maður kannski bara, kannski þetta mitt líka við sem áðan, bara henni líður eins og hún eigi ekki skilið betra, sem ógeðslega sorglegt líka, þú veist, að þú sért bara já, þetta skilur, eða eitthvað svona. Þú sért ekki bara, leið og kemur eitthvað eitt, þá bara, nei, þú veist, ég bara á alls ekki svona skilið, ég bara geggjugella og bara, þú veist, hitt þetta. Og ég var að segja þetta við hann eitthvað svona og hún alltaf bara, já. En það var ógeðslega sorglegt að horfa að ég er að segja þetta og ég er bara svona, þú verður að virða sjálfa þig og hún er svona að segja já, en ég veit innst inni að hún er aldrei að fara að taka sig. Nei, en það líka bara svo mikilvægt, þú veist, út af því að þú veist, þegar maður er að gefa eitthvað svona ráð, skilur, þú veist, út af því að, þú veist, það er líka mikilvægt þegar maður er að gefa vinkonu sinni ráð að vera ekki bara hann ömurlegur gæi, bara sitt hvað þú ert heimsk eða eitthvað, bara þú veist, já, svona fjarlægja sig. Já, út af því að þá fyrir hún að fjarlægja sig og vill ekki segja þér og eitthvað svona, þannig að þú veist, bara vertu til staðar og hlustaði á, þú veist, allt sem að hún vill segja og þegar það er ups and downs og bara, þú veist, og gefa henni ráð en bara að passa þig að vera aldrei eitthvað svona þvílíkt bara að drulla yfir hann og bara hvað er að þér og eitthvað út af því að þú veist, þá fer hún að hætta að segja þér og það er miklu hættulegra að þegar hún er hætt að segja hvað er í gangi og þorir ekki að, þú veist, út af því að hún vill ekki að einhver hata hann, skilur. Veist hvað ég held að þetta sé? Hvað? Ég held að sé bara svo margir gæir í dag sem eru bara fokkin ömurlegir. Ángríns? Ég held að sé bara erfitt. Nei, out það there. Er svo erfitt að finna alveg. Fólk er að reyna en það bara kann ekki svo lengur út af því Karlmennskan er útdauð. Já, það er bara allt einhvern veginn svona ég held að það sé líka að hafa áhrif, þú veist, social media og allt þetta skilur og fólk er bara svona, það er svo mikið í boði af öllu allsstaðar, þú veist. En samt, þú veist, ef þú hugsar út í það, þú veist, gætið þú nefnt eitthvað svona gæja á okkar aldri á Íslandi sem væri bara, vá, þetta er kallmaður sem bara svona myndi, þú veist, bara alvöru svona. Núna, sko, svolítið við segja ykkur að vini. Nei, bara enginn kemur. Nei, þú veist, ég meina, ég á alveg einhverja vini, en þú veist, svona in general eru mjög fáir allana sem að veit sem að, þú veist. Já, eru þarna, skilur, þú veist, út af því að. Sérstaklega á þessum aldri, þú veist, að ok, maður er 22 skilur, þú veist, maður er bara svona figuring out og maður er ekki full bara orðin mature, en þú veist, komin af bara, þú veist, 30 og eitthvað. Þú ert ennþá í sama, þú veist, geira að vera bara fara alltaf í yngri og stelpur út af því að þær eru einfaldari að manipulata. Við erum svolítið, við tölum hlutina sem enginn annar talar Já. En mér finnst það mikilvægt. Mér finnst það líka mjög mikilvægt út af því að þú veist, bara þegar maður er á þessum stað, þú veist, ég man alveg þegar maður var ungur og maður var í eitthvað svona og maður var bara svona manni vantaði svo mikið eitthvað bara svona til þess að segja manni, skilur, þú veist, út af því að það er líka svo margir sem að lenda í svona love-bombing og svona bara geðveikt, bara fullkomið fyrst og það er svo margar stelpur sem að eyða ógeðslega miklum tíma í að fá þann gæja aftur, en hann mun ekki koma aftur, skilur, þú veist, bara, þú veist, ef hann love-bombar þig í, þú veist, fyrstu 3 mánuðina og svo byrjar hann að vera meira ömurlegur, þú veist, hann er aldrei að fara að vera sami gæi ef hann var í byrjun og þú veist, og þú þarft að sætta þig við það og vera bara, heyrðu, ok, þetta var þetta og geta sleppt, skilur, út af því að þú ætlar bara að eyða mörgum árum í að reyna að fá þennan gæja tilbaka sem hann var í byrjun, þú veist, hann er aldrei að fara að vera það, þetta er bara að fara að versnandi, skilur. 100%.
100p. En já, þetta var okkar take á nútíma, myndirðu segja nútíma dating? Já. Nei, þú veist, ok, auðvitað eru náttúrulega bara fullt af strám kannski sem eru, þú veist, næs og þið eru kannski bara að hitta ykkur gæja sem að þið stundum kannski ofhugsa hlutina. Þú veist, ég hugsa, þannig að maður, já, Mér finnst... allir með sína galla en svo er þetta bara svona... Má ég koma með 1 punkt? Já. Mér finnst líka rosalega mikill kostur að þegar að strákar... Má ég koma með 1 punkt, þetta er okkar podcast. Þess ekki. eins og þarna í forsetakosningunum, þá var alltaf einn rétt upp hendi. Eins og gælan í hana TikToki með barninu. Actually. Who wants to go to the Four Seasons in Orlando? Veistu hvað það er? Nei, en hvað var þetta að segja? Sara, hvað angurs, ertu ekki á TikTok eða? Þetta er um allt. Ok, það vita allir að núna sem er að horfa bara er sjokki. Það er bara sjokkið við mér. En hérna, hvað var þetta að segja? Já, mér finnst einn mjög mikill kostur er að þú veist, þegar strákar eru ekki tilbúinir í samband eða þú veist, þeir finna að þeir eru ekki tilbúinir að settle down eða stelpur eru ekki tilbúinir að settle down og þeir vilja vera ennþá playing around og vera, þú veist, fara heim með mismunandi fólki helgar og svona. Það finnst mér mjög mikill kostur að fólk getur bara sagt ég er ekki tilbúin í þetta. Þú veist, ég er til að deyta og svona, en þú veist, ég er líka að deyta aðra Já, ég er ekki tilbúin bara í eitthvað commitment. Og mér finnst það bara ógeðslega vel gert þegar fólk gerir það, þú veist, út af því að heldur en að vera fýta fólk einhverju, þú veist, lígum, já. Skilurðu, og vera að gefa þeim eitthvað false hopes, þú veist, en svo eru líka svo margar stelpur sem að taka því sem að bara svona vilja alltaf svona meira, skilurðu, þú veist, bara svona ég ætla að reyna að breyta og svo er það alltaf verið vonbrigðum, en gæinn er kannski bara búinn að vera bara geðveitt clear. Já, það getur ekki kennt neinum skilurðu, hann er bara, þetta er ekki að fara lengt, þú veist, ég er ekki tilbúin í það, við getum verið að hittast þetta, eða þú getur bara, við þurfum ekki að vera neitt skilurðu og þá getur þú val on the spot, ok, nei, mér langar samband, þú veist, mér langar, þú veist, ég nenni ekki að gera þetta ef ég ætla að fara að catch feelings og því að það er ekki leiðilegt. Og þú veist, samt er þetta ógeðslega erfitt því að eins og ef þú ert að hitta einhvern gæja og hann segir þetta og þú ert orðin smá svona hrifin og þá er ógeðslega leiðilegt að vera bara eitthvað, ok, hættu það núna, það er alveg leiðilegt að vera bara eitthvað, ok, það bara hættu þitt, því hann er allt annað en næs. Amazing saman, þegar þeir eru saman og svo bara, kannski fréttur að þeir eru búin að eiga bara æðislega viku og þeir eru bara búin að vera bara gert mikið saman, bara músi og eitthvað og svo bara í næstu viku er hann með einhver annar gælum niður í bæ eða eitthvað, þú veist. Það getur verið fucking erfitt, en... Já, og svo líka þegar þú ert lengra sem þetta gerist, því meira ertu catching feelings, skilur, og svo ertu bara hurt. En þú veist, ég er að segja bara, ef að gæi segir við þig, þú veist, ég man eins og þegar ég og kærastinn minn vorum að byrja, þá vorum við búin að hittast kannski í svona 3 vikur eða eitthvað, og svo þurfti hann, svo meiðist hann, þú veist, og þarf að fara þá, að því hann var að spila í Íslandi, og þarf þá að fara aftur til Króatíu eða eitthvað, af því að hann gat ekkert verið að spila. Og þá var hann bara eitthvað svona, og hann var búinn að hittast í 3 vikur og hann þurfti að fara eftir 2 vikur. Þú veist, þá myndi hann fara eftir 2 vikur. Og þá var hann bara eitthvað svona, lét mig vita að hann væri að fara eftir 2 vikur. Og að, þú veist, og þá er ég eitthvað svona, þú veist, að hugsa, skilurðu, annarkvort enda þetta hér, eða ég er í aðrar 2 vikur og þá er þetta ennþá erfiðara, skilurðu. Og að því hann var bara eitthvað svona, viltu ekki bara vera áfram að hittast, þú veist, þangað til ég fer. Og ég var bara eitthvað, nei, bara, ég ætla ekki að vera að hitta þig svona lengi og vera bara enda að vera þig, við myndum bara búið núna, ég var bara geðið mikið drama og eitthvað. Og svo náttúrulega enda þetta að við bara work it out, skilur, og svo actually kom hann eftir mánuð eitthvað til Íslands. En þannig ég skil alveg ógeðslega leiðilegt, skilur, þegar þú ert kannski bara byrjuð að hitta eitthvað og hann, þú veist, er ekki á fyrsta date að segja, þú veist, eða hann er ekki fully clear út í það, það er líka ekkert eitthvað að segja fyrst bara hæ, heyrðu, já, ég er ekki tilbúin í eitthvað, þú veist, skilurðu. Nei, þannig er það leiðilegt svona, já, og þá er það erfitt og því að þetta ákveða inni er bara eitthvað og þú veist, ég vildi ekkert hætta að hitta hann og ég myndi ekki hætta að hitta hann, skilurðu. En svo, þá ákveður það ekki gera það og þá ertu, þú veist, ógeðslega meira hurt þegar hann sefur hjá okkurum eða bla. Ég veit það. Þannig að ég skil alveg svona líka stelpu hliðina að get ekki verið eitthvað, heyrðu, ok, sjáumst þá, bye. Sjáumst, já, nettæg. Já. Já, ég líka. Því stelpur eru bara miklu meira emotional líka. Ég er 100% sammála, en þú veist,
mér samt þetta skárra heldur en að vera Já, bara væntanlega heldur en að halda framhjá þessu. Og bara geta hart og vera bara að fucking round og... Já, 100%. Þú veist, þá er þetta náttúrulega maður miklu meira sjokk. Ég voru að feika eitthvað að vera loyal og... Æ, ég veit ekki. En þetta er erfitt situation. En allavega þá erum við með geggja hár út af K18 Ángríns, ég náði ekki svona að gera það og fully. 11 Australia. Eða að sjá þetta. Hvað eru uppáhalds 11 vörurnar þínar? Hvað er að ég að byrja? Ég ángríns veit það ekki, ég bara þarf allar. Þú veist, ég nota þær allar, ég þarf allar. En þurftur að velja topp. Hvað er uppáhalds shampoo og næringin? Svo blond shampoo, við notum það mjög mikið. Já, og Repair, náttúrulega komið Repair shampooið, Miracle, meina ég. Miracle Hair Treatment shampooið. Ég har alltaf Repair. Ég líka. Það er náttúrulega líka til Repair. Það er náttúrulega æðið, þú veist, sem maður vill hafa það mjúkt ef maður er að fara hvert, skiljur þú, því að ef eins og núna, ef maður er í sjónum og eitthvað, þá vill náttúrulega kannski hafa K18 til þess að þrífa ef að hárum þetta virkilega skítugt. Detox shampooið. En svo eins og ef kvöldir erum að fara út, þá vill ég að, þú veist, og ég vill að hárum þessi extra nice og shiny og bla, að þá vill ég, þú veist, hafa 11 í Miracle línunni. Miracle Hair Treatment shampoo og næringin. Það er líka með hyaluronic acids, þannig að þú veist, það er geggjað þegar þú ert í útlöndum út af því að hyaluronic acidi það, þú veist, lætur hárið ekki taka rakan úr umhverfinu, þannig að verður ekki að bráðmagna. Þannig að, þú veist, það verður bara svona að smooth og bara svona, ekki svona einhver lítil hár. Það er ástæðan okkur ég fíla það, út af því að ég er búin að horfa á hárum mitt núna, út af ég er búin að vera hérna eins og segi, 3 sumur röð. Og ég hef aldrei verið með svona, þú veist, svo smúð og healthy og meira sér bara þegar ég kom upp í sjónum þá var samt eftir það bara eitthvað svona, þú veist, þannig að það er eiginlega bara það. Og það er líka geggjað að setja Miracle Hair Treatment í hárið. Ég nota það alltaf, stótt ég setja hárið einhvern veginn, þetta er líka smá. Já, ég líka, ég blanda alltaf Miracle Hair og seruminni saman. Já, first, ég ætlaði að segja það þegar þú spurðir þessu. Og þegar ég er manneskja sem er ógeðslega frissi hár, náttúrulega, og ég er aflita, og þá er þetta bara, þegar ég er búin að gera allt hárið mitt, þá er þetta bara fullkomið að greiða þessu yfir og þegar ég yfirleitt nota þetta ekki fyrir en, ég set þetta, þú veist eins og ef ég set K18, maskan, býða aðeins og set síðan einmitt Miracle og serumi, blanda því saman og set síðan líka Detangle sprayið frá 11. Já, ertu búin að prófa smooth sprayið, nýja? Bleika? Smooth Me Now, thermal spray. Þetta er thermal spray, já. En það er ekki hitavörn. Jú, það er líka hitavörn upp í 220. Ég er búin að nota það alltaf síðan ég kom. Og það er einmitt... Það er líka blond sprayið æði. Ertu með það? Hvað er það? Blond sprayið frá 11. Keep My Color blond spray sem er líka með hitavörn og svona spray í hárið. Nei, ég er ekki með það. Ég er með það í töskunni, skilja eftir það. Já, ég þarf það, þetta grínast. Ég er líka með, er það með lit í eða? Já, þannig að þú veist það tónar hárið. Ok, ég þarf það líka, því ég er ekki með neina gælu sem er að lita mér hárið hér. Já. Ég er líka með blond shampoo sem ég get skilja eftir hér. Girl. Það er geggjað í sólinn líka, því þá verður maður gulari. Já. Þú veist, það verður maður ekki kaldara, það er að halda í kaldara. En ég myndir eiginlega velja með Smooth Me út af því að þá, eins og ég var að segja, ég þríf allt, nota alls að vörur og ég er ekki búin að, ég set smá Smooth Me með Miracle, en svo set ég ekkert að því fyrir en ég er búin að, þú veist, krulla það, búin að gera allt er ready og svo greiði ég það yfir, skiljur, af því að þá er ég, og því að alltaf áður maður gerir hárið sitt, þá er maður með frizzy hár, svo gerir maður það, þá er það ennþá minna frizzy og svo greiði ég þessu rétt yfir, það fær bara svona shine og allt er svona einhvern veginn, bara svona, perfect. Já, þannig að það er, I love it, en ángríns, ég nota náttúrulega allt og ég gæti ekki verið með eina, þannig að þetta er allt part of the process. Ég veit það, ég er bara, þú veist, bara eins og núna, þú veist, bara ferðartaska mín, þú veist, hún er bara full af hárvörum, þú veist, og shine sprayið. En ég náttúrulega ég líka alltaf því sérstaklega út maður í sólinni, bara shæna maður eins og... Og hársprayið, þú veist, mér er svo æði að setja hársprayið þegar maður er að krulla sig eða eitthvað út af því að það er svo næs að bilda það upp og þú getur ennþá greitt í gegnum hárið, þetta er ekki svona þetta er ekki svona, verður ekki hart og svona... Nei, og þetta er svo þegar Naomi kom og sem er að greiða öllum fyrir Hún kláraði bara, nei hún var ekki með, var hún með það? Hún var með shine sprayið og hársprayið. Hársprayið. Já, hún var alltaf að greiða í gegn. Já.
Þetta svo næs sko, þegar ég hef átt hárspray og ég hef alltaf keypt bara eitthvað hárspray. Ég bara færi í eitthvað búð, keypt eitthvað hárspray og alltaf ömurlegt og bara verið með ógeðslega hart hár og bara alltaf þurft að fara í sturtu bara sama dag líka við. Og þetta bara fullkomandi. Ég að, þú veist, gera eitt section, spraya, gera næsta section, spraya, gera næsta section, spraya og svo spraya allt, skilurðu. Þannig að það svona helst allt í hárinu en það samt svona puffy, þú veist, það ekki skilurðu mitt, eins og segja, ekki svona hart og svona, hvernig útskýra það? Svona, ég veit ekki, þetta verður ennþá svona, veist ekki að sért mig kannski í því, hárspray, mikið hárspray, en þú ert og allt helst á sínum stað. Og líka Alter Ego línan, hún æði. Þú ert núna búin að vera að prófa silk sjampóið og næringuna, hvernig finnst það? Og olíuna. Og olían. Olían náttúrulega bara, það besta lykt af þessar olíu og það og hérna K18 fæst inn á rfk.warehouse.is og líka þið sjáu alla sölustæðina fyrir Eleven og K18 og Alter Ego inn á rfk.warehouse.is. En hérna, já, nei sko, lyktin af olíunni, hún bara, ég væri til að maka henni á mig, bara í sólbaði, bara þannig að fólk myndi... Það og einmitt Shine sprayið eitthvað svona product sem að Johnny hefur verið bara hvað ertu með? Já. Bara svona að hann hefur tekið eftir hvað góð lykt af mér. Og ég búin að vera að nota jafn mikið örugglega, þú veist, ég búin að nota hana K18 olíuna, þessa silk olíuna frá Alter Ego og hana anti-frizz olíuna frá Eleven. Þú veist, ég að nota þetta allt. Skilurðu, og svo kannski svona dagar sem að ég, þú veist, nokkar dagar svona áður en ég þrýfa mér hárið, þá sem ég geggjur næst líka að nota þessa til að hafa þetta bara svona hárið mitt ekstra smooth, af því að stundum þegar hárið mitt að vera skítið, þá verður líka svolítið svona þurrt og ógeðslegt og þá ógeðslega næst að vera líka með þetta, þú veist. Og það til dæmis eins og mamma, hún með svona frizzy hár eins og þú, og hún sagði bara besta sjampó sem hún hefur prófað silk oil sjampóið frá Alter Ego. Þannig að, þú veist, ég elska Miracle sjampóið og silk en þú veist, þetta bara svo geggjað, en líka, þú veist, eins og hérna silk sjampóið, þú veist, það á mjög viðráðanlegu verði og líka allar hérna Alter Ego vörurnar á mjög fínu verði. Já, geggjuð verði. Þannig að, þú veist, og líka náttúrulega Eleven og allt skilur, þannig að ég myndi Þið þurfum bara að eiga þetta allt. Þið þurfum bara að prófa þetta allt og finna hvað þið fílið best. Þannig að ég mæli með líka að það mjög mikilvægt að nota ekki alltaf sama sjampóið, skilur þú veist, þannig að eins og ég bara með alla lítrann inn á sturtu, veist, út af því að ég skipti mjög mikið á milli, veist, eins og núna þá ég að fara að klára Miracle sjampó og næringuna, síðan fer ég aftur í silk og maskan. Og Miracle maskinn náttúrulega bara... Það eitthvað svona, einmitt. Hann svona must have. Já. Því að það virkilega, ef þú ert að fara á gala, ef þú ert að fara eitthvað virkilega fancy og hárið þarf að vera bara silky smooth. Love it. Ég þarf eiginlega bara að skilja alla vörurnar mínar eftir sem ég tók með mér í þess að ferð hjá þér út að gera það refill. Ágríns. Þú voru líka að gera svona dalk á Reykjavík vera sem eru svona uppáhaldsvörurnar í Söru eða eitthvað svona, eða svona routine eða eitthvað. Já. Gellukast. Já. Við erum að gera gellukast kassa svona einhvern tímann og selja gellukast kassan sem væri bara á afslætti, sem væri bara uppáhaldsvörurnar okkar og hafa svona tops í hverju mánuði. 100%. Ekki. Og líka næst ef við getum náttúrulega á eftir, þá vorum við að fara út og við erum að græja okkur. Já. Þá náttúrulega sýnum við, ert þú ekki bara þór hárið? Jú, ég ætla að fara á Kavisjónu. Já. Þá getum við verið að græja okkur og sýna skilurðu af því að ég var búin að taka upp eitthvað svona TikTok sem ég aftur að posta. Heyrðu, já, ætlar þú ekki að koma með okkur út að borða? Johnny var búin að panta á okkur svaka veitingastað fyrir okkur. Þá kemur ég með það með eitthvað. Já, nei, þú veist, Johnny, ég held að Johnny sé ekki bara með, hann pantaði bara fyrir ömmu, Daniel og mig og þig. Hvað heitir hann? Þetta hann sem þú vorst alltaf að smakka kökurnar á. Hann geðveikur. Já. Hann mjög fancy. Jú. Þannig að, hvað klukkan? Svona bara 4:30. Já, ok. En ég að hugsa að við kannski fáum okkur eitthvað snarl uppi. Já, hann 7:30, borðið. Því ég alveg svona hangry. Ég líka. Ég ekki búin að borða neitt með morgunmat, smá egg. En, ok, hvað er þátturinn langur? Ég svona passa ég sé ekki að byrja þetta snakka. Já, ég líka, ég þori ekki að, ég traumatized eftir teboðsþáttinn þegar ég var bara... Já, kannski ætti ég ekki verið að gera það. Nei, ég gerði allan þáttinn. 50 mínútur. En ég held sko, út af því að við eigum eftir að taka svona allavega 3 viðbót á meðan ég hérna, að það sé kannski bara fínt að kveðjum
Þannig við höfum eitthvað annað til að tala um. Bara svo við endum á okkur skemmtilegu. Allir að fara hingað. Það eru ógeðslega sætir strákar. Nei, strákarnir eru svo fallegir. Ok, ég ætlum bara að segja, ef þið hatið hávaxna stráka, brúna með dökkt svona ljósbrúnt 2 hár, metrar á hæð. sumir með bláu, sumir Axlabreiðir. brún, axlabreiðir, ógeðslega sætir. Ef þið Ekki hatið koma þá, hingað. ekki koma. Þá vil Og ég það þarf alls allt ekki morandi í vera hér. Þeir eru orðið vald. Og Sara mun sjá það í kvöld. Já. Það Ég er er bara ekki búin bara að að sjá fara það að líka. finna manni minn í kvöld. Hún gríns. Nei, út af því að manstu. Ekki í gær allan. Ekki í gær. En hérna, þú manst að ég þarf alltaf að hafa eitthvað svona summer fling, þannig ég þarf eiginlega að fara að Núna finna er þetta verið Croatian fling. Og þú ert alltaf að koma alla mánuði. alla mánuði. Vó, er þetta tricks? Guys. Ef það er að hella ykkur í kappaðinn og það er alltaf að fyllast af fróðu. Og setið bara puttan. Ég hef aldrei vitað þetta. Ok. Nei. Eða virkar þetta líka bjór? Ég veit það ekki. Ég drekk ekki bjór. En þú veist, ég myndi ekkert gera þetta við hvert sem er, sko. Það myndi ekki allir fíla, ég myndi setja puttan. Allir, það fyrir eitthvað ammæli bara, býta þess. Þannig að ég ger þetta nú bara við þig og mig svona þegar. Já. En we love you guys og við ætlum að taka upp nokkra þætti viðbóta meðan ég er hérna. Svo kannski lokum við þegar við fyrum út í kvöld. Já, og Svona Bryn, hvernig ég djammið ætla er líka að ég komi með svolítið mikið af vídeóm líka frá mér, þannig að Við erum með no content, við höfum bara edita. airdropa Brynhildi og það síðan mun henni leiðast allan tíman þangað til ég kem aftur. Þannig að þá getur hún verið að gera fullt af vlogs og kvætta þessi vídeo og allir. Og næst þess að kemur þá erum við að vera í villu með fleiri. With little curly disco, haha. Og Með Happy Hydrate, Reykjavík Happy Warehouse Hydrate. og Aurora. Iceland. Aurora Iceland. Og við þurfum líka að segja Talandi ykkur í um það, næsta það þætti. eru- Nei, í næsta þætti þá erum við að fara að tala um nýjunga Aurora. Það er mjög verður. Love you guys. Love you. Bye. Bye.